Í dag ætlum við að kafa ofan í nokkur ansið þung skjöl frá Landsneti. Það eru annars vegar dröga kerfisáætlun til 2034 og svo nýskýrsla kerfisjöfnun næstu 5 árin. Já, þetta eru lítil gögn sem gefa okkur svona innsýn í hvar framundan í flutningskerfinu. Einmitt, og það sem þau sýna svarta hvítu eru bæði áformin en kannski ekki síst það risa áskorunir sem við stöndum frammi fyrir. Akkurat. Markmiðið hjá okkur núna að reyna að skilja aðeins betur hver þessi helstu verkefni eru og hvaða áhætta eiginlega til staðar í kerfinu. Nókvæmdar. Og kannski bara til að byrja á því sem grípur mann strax, það kemur skýrt fram að ráforkukerfið það bara kolið að þolmörkum. Já, algjörlega. Eftirspurnin vex einfaldlega raðar en uppbyggingin hefum getað fylgt eftir. Og það þýðir að ef ekkert verður að gert, þá aukast líkurnar og orkuskorti bara næstu árum. Förum aðeins dýpra í þetta. Einmitt. Og þetta er ekki bara eitthvað tæknimál fyrir sérfræðinga. Flutningskerfið náttúrulega bara lífaðinn okkar. Algjörlega. Þessar áætlanir og bara ástand kerfisins hefur bein áhrif á okkur öll. Á afhendingaröryggi, hvort við fáum rafmagnið ekki. Já, og möguleikan á orkuskiptum. Einmitt. Og atvinnuppbyggingu líka. Þetta snertir allt. Það sést kannski best í þessari skýrslu kerfisjöfnuðin fyrir 2025 til 2029. Hún er ekkit mjög upplifgandi lesning á köflum. Nei, hún dregur upp mynd af ansi þrongri stöðu. Þar kemur fram að jafnvel svona meðalvatnsár dugar varla fyrir núverandi notkun. Jafnvel við venjulegar ástandir. Já, þetta orðið svo tætt. Þannig að hættan á bæði orkuskorti sem þýðir að það ekki til nóg rafmagn yfir árið og svo aflskorti. Sem þá þegar allir nota rafmagnið á sama tíma. Akkurat. Á álagstoppum. Sú hætta bara mjög raunveruleg. Og hún eykst náttúrulega mikið eða koma þurr ár eða bilanir í kerfinu. Og það talað einhverja klukkustundu þannig ekki, mögulegur afskortur. Já, það talað að án aðgerða gæti afskortur orðið á bilinu 6 upp í alltaf 133 klukkustundar árlega á þessu tímabili, 2025 til 2029. Úff, og hvað veldur þessu helst? Eru þá þessi frægu floskuhálsar? Já, þeir eru stór hluti af vandamálinu. Skjölin nefnast sérstaklega snið XB sem í raun mælikvarðin á flutningsgetuna milli Norður- og Suðurlands. Já. Og svo snið V á Vesturlandi sem tengist náttúrulega stórnotkunninni við Grundartanga. Og hvað áhrif það var þessi floskuhálsar svona beint? Þeir þýða bara að við getum ekki alltaf komið ráorkunnu á milli svæða eins og þyrfti. Það hindrar skilvirka nýtingu. Þannig að við getum ekki tengt nýja notendur eða virkjanir. Eins og auðvelda. Nákvæmlega. Og það sem meira þetta eykur hættuna á kerfið getur hendla brotnað upp í svo kallað rekstrareyjar ef það verða truflanir. Sem getur valdið alls konar vesenni með spennu og tíðni. Einmitt það. Og svo annað vandamál sem nefnt, það aukin flutningstöpp. Orka sem bara týnist á leiðinni. Já, sérstaklega í eldri línum sem eru mjög mikið lastaðar, eins og til dæmis Laxárvatnslína 1. Þannig að, til að bregðast við þessu öllu saman, þá þessi framkvæmda áætlun fyrir næstu ár, 2026 til 2028, væntanlega ansi þéttskipuð. Já, hún það. Þar langur listi af verkefnum sumt bara endurnýjun og gömlum búnaði eins og í Sigöldu. Já. En mjög mikið verður nýbyggingar eða styrkingar til að mæta þessari auknu notkun eða til að tengja nýja framleiðslu. Getur nefnt einhver dæmi? Tengingar Hvammsvirkjunar þá við Skarð og Hvalárvirkjunar við Miðdal. En það með fyrirvörum eða ekki? Jú, það þarf náttúrulega undirrita tengisamningar og alls konar skilyrði fyllt sérstaklega varðandi Hvalárvirkjun. Og svo stóru línurnar. Einmitt. Það eru þessi stóru verkefni til að styrkja sjálft meginflutningskerfið, línur eins og Hryggstekkur, Blöndulína 3 og Holtavörðu heiðalína 1. Og þær eru mikilvægar fyrir flutningsgetuna milli landsluta. Já, og líka fyrir þetta svo kallaða N1 öryggi, sem þýðir í raun að kerfið þoli það að ein mikilvægar eining, eins og stór lína eða stöð, detti út án þess að allt fari á hliðina. Skiljanlega. Svo sá ég líka nefnd verkefni sem beinast meira ákveðnum svæðum, svona til að tryggja afhendingaröryggi þar. Rétt, til dæmis tvítenging Hafnarfjarðar sem á minnka líkur á straumleysi þar. Sem var gott. Já. Og svo uppsetning á launaflugsbúnaði við Mjólká á Vestfjörðum. Það búnaður sem hjálpa til við að halda spennunni réttri og eykur stöðuleikann þar. En allt þetta lítur á kosta sitt. Hvað hýður þetta fyrir, bara rafmagnsreikningin okkar? Góður punktur. Þegar fjárfestingar eru meiri en það sem afskrifast af eldri búnaði, þá hækka tekjumerk Landsnets. Sem grunnurinn að gjaldskráni.
Nákvæmlega, þannig að þetta getur leitt til hækkunar af flutningskostnaði nema náttúrulega aukin sala á flutningu vegið á aukt. Og dýrari lausnir eins og jarðstrengir, þeir hækka þetta þá meira. Já, það er gefið, en það er tekið fram í skýslunum að það sé mikil óvissa og því er ekki lagt mat á áhrif hvers einstaks verkefnis á gjaldskrána. Skiljanlegt. Og svo má ekki gleyma því að kostnaður við mörg þessara verkefna hefur bara hækkað mjög mikið síðustu misseri vegna verðbólgu og hækkana á aðföngum og öðru. Setjum þetta þá kannski aðeins í stærra samhengi í lokin. Þessar fjárfestingar eru ekki, þetta er ekki einhver lúxus. Nei, alls ekki. Þær eru algjörlega nauðsynlegar. Til að mæta þessari auknu þörf, ekki síst vegna orkuskiptana sem allir tala um. Einmitt, í samgöngum og iðnaði og bara til að tryggja við höfum stöðu kraftmagn. Án þessara verkefna þá bara versnar staðan frætt. Og það sem ég fannst líka athyglisvert þessi raforkuspá sem er nefnd, hún sýnir að þörfin geti meira segja tvöfaldast ef við náum fullum orkuskiptum. Já, það er gríðarlega aukning. En það sem er kannski áhyggjuefni er að þessar áallanir sem eru núna í gangi, þær duga samt ekki til að mæta þeirri langtímaspá. Sérstaklega þegar við horfum lengra fram svona eftir 2039. Þannig að það þarf enn meira til. Já, það þarf að halda áfram og líklega auka hraðan enn frekar ef við viljum að ná þessum markmiðum. Þannig að kjarni málsins er þá kannski þessi stöðuga, tókstreita milli vaxandi eftirspurnar og svo takmarkanar í kerfinu. Nákvæmlega, bæði í vinnslu og flutningi. Það eru til áætlanir mikilvægar aðgerðir eins og við höfum rætt, en þær taka tíma framkvæma og kosta mikið. Og á meðan tifar klukkan. Einmitt, kerfið býður í raun ekki, án þessara verkefna þá blasir bara við aukin hætta á skerðingum og það hamlar bæði græni umbreytingu og bara allri efnahagslegur uppbyggingu. Svo það sem maður situr svolítið eftir með er þessi tilfinningum og það sé algjörlega brátnásunett að hraða uppbyggingunni. En kannski stóra spurningin sem þessi gögn vekja, erum við í raun á réttri leið og á nægilega mikilli ferð? Já, erum við að gera nóg og nóg hratt? Einmitt. Til að koma í veg fyrir raunverulega vandræði og tryggja orkuöryggi til framtíðar, sérstaklega við ætlum að standa við þessi metnaðarfullu markmið okkur orkuskipti. Það er svona það sem ég siti eftir með. Það er stóra spurningin, algjörlega.